fyrsta bardaganum tapaði ég á stigum. Það var allt í lagi tilfinning af því að þetta var fyrsti bardagan minn og ég var ekkert leiður, ég var ekkert reiður. Ég náði að gera allt sem ég vildi geta gert og ég svona sá svona, ok, ég get greinilega gert það þó að ég tapaði. Það var ekkert, ég var ekkert reiður og ég var ekkert leiður og það var bara góð reynsla. Það var meira en ár síðan ég keppti seinna, sko. Ég er allt annar núna, þannig ég byrja bara allstaðar. Gólfinu standandi, bara í hausnum líka, allstaðar, sko. Fyrir seinasta bardaga var ég meira að taka kickbox og box, en núna er ég búinn að glíma meira og þannig að ég sé mig taka hann í gólfinu, sko. Ég hef náttúrulega bara keppt tvisvar, þannig að tilfinningin hún í annað skiptið var mjög góð tilfinning, en fyrsta skiptið þá var ég alltaf mikið að hugsa, ég var að hugsa bara, þú veist, frændi minn bað sigur í afmælisgjöf og ég var bara að hugsa, ég er að tapa það og ég þarf að vinna og ég var ekkert að hugsa að ég væri í búrunni, ég var bara að hugsa, ég var einhvers staðar alls annars staðar, en núna, seinast þegar ég keppti, þá var það bara perfekt, alveg fókust og það var bara svona, þú gleymir öllu og bara, já, það er varla hægt að lýsa þetta, er bara skrítnasta tilfinning sem við getum fengið, sko. Mér langar að komast í UFC, það er draumurinn. Og bara, draumurinn er að geta gert það bara þannig að þú þurfir að geta mæti vinnu eða gera eitthvað annað, bara geta fara á æfingu og fengið borgað fyrir að keppa. Og bara nóg að borga til þess að geta lifað á þessu. Og það er náttúrulega UFC, það er einu staðurinn sem getur fengið þannig pening. Þannig að draumurinn er UFC og þegar maður er komin í UFC þá er það beltið. Ég klára hann í fyrstu, kannski annarri lög, sem er bara að klára hann snemma.